Svona. Já, kæri hlustandi, það 5. lótan sem að heilsa okkur í annað skiptið á þessum fallega þriðjudegi sem var nú vanlega mánudagur klukkan 8. Nýlendir úr svakalega ferð, ég lendi í nótt. Þú fyrst nú smá fríðindi í Höfbyggi að fá að fara að snemma heim. Já, maður þurfti að sinna viðskiptum heima. Það sinna viðskiptum. Það rétt. Ég lendi í nótt, ég getur svara að ég svo feginn að koma heim. Já. Ég ætla aldrei aftur lúta. Já, mér leið smá svona að ég kom heim líka. Þetta ég náttúrulega fór hann á miðvikudegi, átti bara svolítið svona dag þar sem ég var bara að drekka bjór og eitthvað, svaf í eitthvað klukkutíma, eitthvað smá í flugvélni, fórst í Pólland svona annar dagur þar sem ég var bara að drekka bjór allan tíman og svo flug hann að komin heim einhvern tímann miðanótt eftir það, þannig ég var bara ángrið, tveggja sálaringa bendir að koma heim, sko. Þannig að það var alveg smá pakki, sko. Ég hef komið með ógjað að fara til útlanda. Það líka, sko, það væri svo langt ferðalag, við ákveðum að fara til, við ákveðum að fara sem blaðamenn á öllu UFC-körðin sem í Evrópu. Og svona af því að Azerbaijan alltaf einhvern veginn í Eurovision og svona, þá hélt ég að Azerbaijan væri í Evrópu. En eftir að hafa flogið þarna út og fara á staðinn, það ég nett vissum að Azerbaijan sé ekki í Evrópu. Já, einmitt. Þegar maður var komið til Azerbaijan eftir sko svona 24 tíma flug og layover svo eitthvað, svo mæti maður þarna og það allt einhvern veginn svona múslimskir arabar í eyðimörkinni og maður svona, ég ekkert svo viss með þessi í Evrópu lengur. Nei, einmitt. Mér það sem svo áhugavert að við vorum eiginlega bara eina hvítu fólki þarna. Já. Þú veist, svo var eitthvað par sem var frá Svíþjóð eða Finnlandi sem var á einhverju hóteli þarna rétt hjá okkur og ég sá þau svona aftur og aftur og ég var bara, það bara ég og Nonni og þetta par hérna, við erum eina hvítu fólki í borginni, sko. Já. Og það var svona cirka bátt stemningin, sko. En alveg gaman. Já. Það var reynsla. En við erum basically, sko, með milli löndum og svona að þá, sko, við flugum til Póllands, Tékklands, Azerbaijan, svo til Georgíu, svo fer ég til Tyrklands, þaðan til Manchester, til Doncaster, Manchester, París heim. Új. Ég er að segja, ég ætla aldrei aftur að það. Því miður þá ég bókaði ferð til Litáen 20. júlí eftir, sko, 3 vikur. Shit. Ég bara... Já, við þurfum líka að senda þið til Serbíu helst. Mér langar að senda þið til Serbíu. Nú? Já. UFC í Serbíu, verslunarhelgina. Já. Þannig að ég kennst ekki, þannig að þú þarft að taka... Já, ég þarf að fara til Serbíu. Já. Sko, mér finnst Serbíu fín, sko. Já, mér langar ógeðslega að fara til Serbíu. Ég bara út af, ég bara kennst ekki. Nei. Þessa helgi. Einmitt. Út af viðskiptum. Já, út af viðskiptum. Út af viðskiptum alltaf mjög góð ástæða. En það UFC í París, við tökum bara París UFC. Já, langar þig ekki að fara til Serbíu? Það væri næs að ná því. Langar mig að fara til Serbíu? Já. Nei, ég bara upptekinn. Að það? Já. Til. Ég að fara á Globetrotters kamp. Sömu helgi? Já, það byrjar enda helgin eftir, sko, en ég fer í fjölskylduferð til Litáen. Og svo fer ég bara þaðan til Þýskalands. Þannig við náum ekki Serbíukartinu? Nei. Það er syndur skam. Þú mátt fara og taka viðskiptin með þér. Ég með 20 hunda. Rolling into Serbia. With your dogs. Já, 100%. Gaman að þessu. Herru, UFC Baku. Hvað fannst þér UFC Baku? Herru, bara þvílíka upplifun, sko. Bara stemmingin í húsinu, þú veist, þessir Azerbaijanar og Kazakhstanar og eitthvað, þetta er alveg stuðningsmenn og bara það að mæta á ceremonial weigh-ins, þá var ég bara holy shit, fólki er í stuði fyrir UFC. Já. Þú veist, miklu meira heldur en í London og mætur ceremonials í London og það er eitthvað fólk en það er ekkert eitthvað að æpa. Nei. Þú mættir bara í ceremonials í Baku og þeir eru bara að missa vitið. Já. Þetta eru alvöru stuðningsmenn í Baku. En svo eru ógeðslega fyndið, þú veist, ógeðslega mikið læti og bara geggjaði stuðningsmenn og ég var bara svo, ég hlakka svo til þegar Fissiev mætir inn, þegar allt eftir go crazy. En þá voru allir bara svo uppteknir við að filma í símanum sínum, það bara heyrðist ekki í neinum.
það bara dó Já, stemning. mér fannst það svo skrítið, sko. Það var svo fyndið, að því að sko Fisher lappar inn og maður finnur að hann heldur Já, að það sé alltaf bara erupt. Að það var búið að vera þannig, bara að fyrsti maður sem stegi inn, bara þessi frá Azerbaijan og bara trilltist allt, skilu. já, Svo kemur bara Rafael Fischer og bara já, crickets. einmitt. Það eru allir að filma í símanum. Já, Þetta var svo fyndið. Það var svolítið skrítið. Gæði sem er að labba með Fissi í vinnu, þeir eru bara svona sveifl, við lyftum höndunum bara, ef ekki bara svona stemning í húsið. En samt, þú veist, þessi fans er svona geggjaðir og þú veist, það voru alveg einhverju fætar sem töluðu það í viðtölunum sínum eftir fætin að þú veist, og það voru bara gaurar sem að voru bara að kampa fyrir utan Hilton hótelið bara vonast til að sjá einhvern og fá 100 árdun eða eitthvað, þú veist, það er alveg bara svona virkilega svona proper fans þarna, sko. Já, einmitt. Sem var mjög töff, en líka á saman tíma bara einhvern veginn, maður skynjaði líka sko öryggisgæslan, bæði á Hilton hótelinu, var miklu meiri, þú veist það einhvern veginn komst enginn inn niður út af Hilton hótelinu nema hann hafði business þarna sko, þú veist það var bara búið að setja skilur bara perimeter fyrir það og maður fann líka bara á venjúinu og þá var gæslan tölvöld meiri fannst mér heldur enn í London. Já, það var náttúrulega bara fucking hermenn með hríðskotabissur út allt hana, þú veist, já, það var alveg og the guard dog alpha lögreglu hundurinn alpha einmitt, og svo mörg svona málumleitar hlið og ég var alltaf að skanna töskuðu mínar og eitthvað ég hef ekki komist upp með neitt shit og svo finnir þess að þú talaður maður verður svo var sig þegar maður fer í gegnum svona þegar maður þarf að skanna töskuðu er ég nokkuð með einhver vopn já, tók ég nokkuð byssuna mína með mér maður finnir maður verður bara ógeðslega var sig en það var mjög spennandi, en það var mjög fyndið þegar við fórum inn í blaðamannherbergið. Ég er svo vanur að fara inn í O2 og fara bara inn í O2 blaðamannherbergið og maður er svo heimakær þarna að maður var bara eitthvað svona þetta er öðruvísi eitthvað svona, nú þarf ég að fara að koma mig fyrir og eitthvað, að gera bara nýtt fannst það svona já, það var ekki alveg nógu heimakær Við munum labba það inn að ári og eins og við eigum pleysið við erum orðnir svolítið eins og við eigum pleysið núna í UFC. Ég er bara hei kettling út í sætinu mínu. Já. Þú veist. Og það er engan húmor fyrir einhverju shenanigans. Nei. Svolítið bara, ef þú fékkst spurningu, það bara hékkstu á mikrofónunum. Já. Spurði bara 4 spurningar. Ég líka bara fyrstur og bara, hei, þú veist, ég vil bara, veist, þegar ég var í London seinast, þá var ég eitthvað rétt pönd og svona vona einhvern myndi benda á mig. Birgir, from MMA fréttir Æsland, og þetta bara, Nei, ég er reyndar, þú veist, næsta ég næ Dana White, sko, þá ætla ég að segja, Birgir, þú veist, aðeins svona, þú veist, establisha okkur, sko. Já, en þú gerir það ekki núna? Nei, það var ekki alveg svona rétt tími fyrir það, þú veist, ég vil gera það fyrir fyrstu spurningum minni á Dana White. Ég vil að Dana White sé að það guys from Iceland, fattur þau? Já. Það makes sense. En það sem mér fannst mjög fyndið, sko, er að þegar þú gerist mækinn og spurðir kannski 4 spurningar, að þú spurðir, svo þurftu að túlka og fékkst svar og svo túlka svarið og eitthvað. Það var svo langur tími. Hver fighter gaf kannski frá sér, þú veist, gaf 30 mínútur eða eitthvað, max. Svo fyndið þegar hinir blaðamenni voru svona, þú veist, náður á þessu spurningu og voru svo vel að bara svona senda þér signal, bara please, maður fá 2 spurningar. 2 spurningar. Miklu frekari einhvern veginn. Ég held að þeir eru miklu grimmari, sko. Já, ég var bara, þú veist, þegar ég gerði þetta fyrst skiptið, þá var ég svo passífur og eitthvað. Núna bara er ég mættur til að bara, we're not here to take part, sko, we're here to take over. Nákvæmlega, þess að fóru við tilbaka. Já, nákvæmlega. Við erum ekki fara allir tilbaka og bara rétt upp höndina og vonast til að fá að spyrja einhver spurningu, sko. Nei, 100% ekki. En það fengum við líka bara flott svör út úr þessum gaurum, sko. Já. Mér fannst mjög gaman að fá svarið New ranking system is elephant shit út úr Rafael Fischer, sko. Einmitt. Og það fór alveg svolítið viral, sko, þetta quote, sko. Einmitt. Þegar Azerbaijan blaðamenni voru ekki að spyrja góða spurningar. Nei, þeir voru bara að spyrja hvernig finnst ykkur Azerbaijan og eitthvað svona þannig. Dæmi. Það voru rosalega generic, sko. Já, það voru bara við sem vorum að spyrja eitthvað svona, heyrðu, þú veist, í barndaginu gerðist þetta, hvað, þú veist, var þetta eitthvað planað, eða eitthvað svona, þú veist, alveg fætin, fattur þau? Ég veit eins og með nýðans Shara. Nákvæmlega. Mátti Missy Pereira og hann bara, já, eitthvað, þú veist, þeir að hlæja og bara, þú myndi mig á hérna, bla, bla, bla. Já. Og hitt var bara eitthvað svona, allar hinn spurningar, það voru bara. Já. Það var einn rússnesku blaðamaður sem var þarna, hann var mjög góð take, sko. Og hann var gaman að því. En, já, gott fight night. En, sko, á skalanum 1-10, hvað gefur þú Azerbaijan Baku mörg stig, eða, í einhvern?
Er tala hérna bara borgin eða eventið? Borginu. Borgin? Sko, mér leið ekki eins og ég væri í einhverju alvöru borg. Mér leið eins og ég væri bara á einhver svona movie set. Já. Út af það var allt einhvern veginn of hreint og þetta víst, ég hitt einhvern gæja frá Kazakstan í Georgíu sem sagði, svona eru bara þessi diktatorlönd, sko. Þú veist, það allir bara fátækt, bara sópa út fyrir borgina, allt látið líta ógeðslega perfekt út, en þú veist, svo sér það ekkert alvöru Azerbaijan eða alvöru Kazakstan ef maður farir eitthvað þarna út fyrir. Og það bara byggingarnar ógeðslega flottar og þetta bara eitthvað, þú veist, það lúkkar eins og það sé bara einhver svona utopía, allir ógeðslega ríkir og hafa gott og eitthvað. En þú veist, mér fannst vanta svolítið, ég verð að segja, mér fannst vanta svolítið bara svona sálina í þessa borg, sko. Já, ég sammála. Þetta var svolítið, þú veist, lítið af graffi, það var eiginlega ekkert veggjakrót. Nei. Og bara, þú veist, ef maður sá hvað veggjakrót, það var svona eins og einhver hlupið og svona, og bara ekki ná að klára. Já, nákvæmlega. En já, þetta var svona ofhrein borg, þú veist, ég vaknaði þarna snemma einn daginn og setti hérna á torgið og þú veist, þá voru bara gaurar að skúra torgið. Bara út í torg, bara skúra og bara þurrka af ruslatunum og eitthvað. Þú veist, það var eitthvað svona öll sætin voru eitthvað svona listaverk og eitthvað. Það var skrítið. Það sem ég þóla ekki í þessu menningu þessi prútt menning. Maður fer út í bara eitthvað sem virkar eins og venjulega ísbúð eða eitthvað og það bara búið að blása upp verðið og maður þarf eiginlega að fara í eitthvað svona prúttir í. Bara þessi ís er nú svolítið dýr. Þú ert ennþá alveg bara... Mér finnst þetta svo pirrandi. Já. En svo ég keypti svona söðskínshatt, svona kabipúu. Gæði inn eitthvað svona 110 mannat. Og ég svona 110 mannat? Ok, 100 mannat. Og ég var bara eitthvað svona, ok, ég þarf að fara í gegnum svona 3 level af prútti til þess að fá alvöru verðið, skilur við. Einmitt. Mér finnst það alveg óþólandi. Ég held að ég alveg reyðin raskandi með hann bolla sem ég keypti á sem kallið, sko. Já, 100%. 85 mannat fyrir bolla og segul. Já. En hann var líka búinn að leiða mér að taka vídeo með að nota húfuna sem ég langaði ekkert að eiga, þannig að ég var alveg til í að borga bara það sem hann sagði. Já. Svo ég er líka bara einhver ríkur hvítu kall á þessu svæði, fattur við. Ég er alveg til í að borga 1000 kall fyrir kaffibóllu minn og eitthvað svona, þú veist. Já, þó ég sé ríkur hvítu kall, þá langar mér samt ekki að gera það. Mér finnst það best þegar þú og maður borgar svo mikið fyrir leigubíluna, að þú eitthvað svona, hey, semjum bara verðið fyrirfram og þú hey, kaptreipur, 50 mannat. Það sem var svona 5-falt verðið af venjulegum bolt. Já, hann hló bara. Hann svona hló með sér. Já, ég sagði ekki eitthvað 50 mannat á fyrrabræði. Jú. Nei, vís. Hann sagði bara 50 mannat og við sögðum ok. Þú sagðir ok. Mér fannst þú segja bara 50 mannat. Nei, hann kom bara með verðið og við sögðum ok. Akkur sagðir ekki 40 mannat, 30 mannat? Ég bara var ekki í einhverju brútið hana. Hinn gæði rukkaði okkur 80 mannat. Já, fyrsti gæði rukkaði 80 mannat. En venjur eru útbeð. Sá gæði hefur ekki bara tekið sér frí yfir helgina. Já, hann fór að keypti sér nýja leigubílastöð. Já. En þú veist, svo stóð bara að taka bolt. Og það var bara 10 mannat. Já, bara 10. Einmitt. Maður hefur bara átt að gera það. Já, mannat ekki alveg gjaldmiðill, hvað sem er. Ég tók vart með mig 10 mannat heim. Já, ég á 3 mannat heima. Það finnst ég. Eldist bara sem hótel okkar þegar mættum maður. Oj maður. Þetta var nú meiri viðbjóðurinn. Við löpum inn á þetta hótel, Bristol hótel. Djöfull að fyndið að þegar ég kom svo til Póllands þá keyrði ég fram hjá hóteli sem að hét Bristol Hotel sem var ógeðslega flott. Jaha. Og að fyndið að það var sama nafn og þessi Já, ég held að það var Bristol Hotel, sko. Já. En þessi hóla var alveg rosaleg. Þetta var viðbjóð. Það var líka bara eitthvað svona, já, við erum með herbergi, hann eitthvað svona, kallaði á gaurinn, senda hann inn í herbergi okkar og hann kom eitthvað út með vaskunnu og öskubakka og svona, já, herbergið er tilbúið. Og við förum hann inn og ég ætla að geða mikið að kúka eftir ferðalagið og ég er bara, þú veist, gistingunum það fell í gegn þessi íbúð sem við áttum að vera með og þú veist, og ég var bara eitthvað búin að vera að bíða í svona klukkutíma eftir bara geta kúka á einhverju góðu hreinu klósti, sko. Og kem hann inn og það er bara kúkalegt inn á klóstinu og ég bara, þú veist, svo bara er bara setan að það er bara pjúb á setinu og bara pissudrópar á setinu og þú bara eitthvað, já, hér ætla ég að fara að sofa bara, ég veist, ekki séns að ég ætla að vera ég ætla ekki að fara að sofa á þessu klósti, ég ætla að fara að sofa í þessu rúmi sem er alltaf leið út. Þú hefði vaknað með fucking bedbugs og flær, sko. Nei, ég er ekki svo vissi það. Já, bara, þú fengið einhver sjúkdóma á þessu rúmi, sko. Þetta var bara eitthvað svona, þú veist, hóru herbyggi, sko. Já.
getur alveg verið sko og mjög pyrrandi gistingin okkar á skverinu hafi ekki gengið upp svo, þú veist, leiðum við ykkur aðra íbúð og þá var bara, íbúður bara fyrir fjölskyldur að þau getur fengið þess að kompu hérna staðum og bara, eftir 28 tíma ferðar var bara, þegiðu bara og láttu mig fá þetta herbyggi Þú með þess að helst kompu Getur staðið uppréttur á þinni? Bara nei, en ég þarf þess ekki bara undir stiganum ekki á neittni hæð, bara undir stiganum nánast eins og millihæð djúvel var þetta pyrrandi maður En það var fínt hótel í Georgíu Já. Ég var sátt með það Já, það var mjög fínt, það var hreint og gott Georgía er alvöru land Já. Það er alveg svona, mér finnst leiðilegt að hafa ekki haft tíma til að svona fara í ferðalag eða eitthvað Georgíu en með að við, maður er klukkutíma fljóða á milli eitt er svona muslimst dictatorship eitt er, ég held að Georgía sé svona semi-democratic Já, það er ekki bara Jú, svona kristi land einhvern veginn Það var bara mikill munur á þessum löndum Ég elska Georgíu, ég ætla aftur til Georgíu Ég væri til að fæta Georgíu á morgun Já Mér finnst 3 dagar alltaf lítið í Georgíu sko. Það væri til að vera hann 3 vikur Einmitt, og maður bara, maturinn geðveitt góður og þeir eru með eitthvað svona bakað, svona, allt svona pítsu ostadrast hjá þeim er ógeðslega gott Ég bara, þú veist, ég hef ekki lendið þessu áður en það sem að eitthvað er bara sem einhver veitingstaður er bara, við erum brauð rétt í búði sem við mælum með og ég bara, ok og bara eitthvað brauð með osti er svo ógeðslega gott að þú kemur á það 3 dagir og bara brauð með osti í dag eiginlega galið sko. Og þú veist, fólk er geðveitt skemmtilegt flestir tala mjög góða ensku ok, ég skal Georgíu svo fann ég líka sko, ég var ánum mínur þreyttur undir lokin sko, þegar ég var komin til Donny var eitthvað á Kate Steele það var bara tjöldlega þreyttur maður, ég er ekki viss hvernig þessu og svo byrjaði svona Kate Steele og stemningin og eitthvað fekk maður svona, ég elska þetta sport ég bara elska allt við þetta og Aron sem var hérna áðan bara í spjallið okkur bara, þú var þetta góð leið til að kickstarta þessu kvöldi fucking gaman en það var hérna, það var skemmtileg ferð það hafði ekki verið neina fótboltaleikir og ekkert proper drama bara, þetta var meiri svona ég sé samt eftir í Bakú að hafa ekki farið náða að tróða inn einhverju smá ferð út á landið og svona skoða því ég held að þetta sé alveg svolítið svona sjá svona alvöru borðstemminguna já, að því þegar maður flaug þarna yfir og sá svona nærlegjandi bæi þá voru þeir mjög shabby sko en já Það er Bakú ári, það verður tækifæri til að sjá þessa borðbæi þá já, ég segi ég ætla ekki aftur til Bakú Það er ekki aftur til Bakú? Þetta er ekki Evrópa sko Nei, en samt svona það er nálægt Þetta er ekki svona, sko, við hefum getað farið til Thailands ég er fljótari, þegar ég fór til Thailands svona 2 árum, ég held að ég hef verið fljótari lendið til Thailands en Bakú Ættum við bara að taka Shanghai-karta eða eitthvað? Já þú veist, ég er alveg á því sko Já, góð pæling Tökum Shanghai-kart, við erum bara til Kína Já, það er ekki bra Why the fuck not? Ég held þessi bara bráðum sko Já Við Shanghai á okkur inn og ég myndi ekki meika sko með hvað blaðmannafundin í Bakú með allar þýðingarnar og allt þetta dót maður gaf þess að skildi ekki neitt sem var í gangi á það sko ég held ég myndi alveg missa mig í Kína ég ætla ekki að tala kínversku í þessu þættinum skilur en þú fattar stemninguna skilur ef þetta er kínverska sinn 20 sko gaman að þessu herru en ef að ræða aðeins Bardana sjálfa í Bakú ég ætla að segja Bardana sjálfa næstu helgi það er svo langt síðan að Bakú var í gangi með þér Ætlum við ekki að fara yfir eitthvað þar? Jú, við getum alveg rækt meðinu Kóvein sko en alltaf Rafael Fischer spinning kickar Manuel Torres í annari lóðu fokkar hann upp og segir svo bara í viðtalinu talar hann með það að það sé svo illa á vinstri augunum hann bara þurft að fara í eitthvað svona desperate measures en hvað þýðir þetta fyrir Rafael Fischer? Hann náttúrulega kallar eftir BMF á móti Charles Oliveira þannig að það var fætt sem væri gaman að sjá sko Já Mér finnst hann svo leiðilt að sko Charles Oliveira er núna þessi BMF en vann það samt bara eitthvað svona takedown dæmi eitthvað það var ekki alveg svona BMF spirit sem vann BMF tætlinn sko þannig bara ég sé bara leggja niður þetta BMF kjaftaði þetta var kjaftaði þetta begin with Já Sko, þetta var náttúrulega kæft það til að byrja með
svo hætti þetta að vera kjaftaði þegar menn föttu svona, ok, þetta er það geðveikt þetta er nett þetta er eitthvað svona, en þegar Charles Oliveira, þú veist, vinnur þetta belti með leiðinum hætti ekki með svona eins og BMF belti, já, að þá má bara svona eitthvað, já, hvað er það? þá er þetta ekki neitt, skilju og hann að fara að verja BMF belti sitt ef hann bara sanna að hann er ekkert BMF, þú veist, hann er bara þú veist, og hvað er þetta BMF, þú veist, höfum bara, einbjöðum okkur bara að titlunum sem að eru í, þú veist the baddest motherfucker, skilur við bara, þú veist, hver getur riðið mömminni verst já, en þú veist, ég segi bara, þú veist, BMF er búið að vera eitthvað svona lightweight B-deild UFC, fattar við og höfum það bara, þú veist, hérna, færu núna bara BMF í fucking einhverjum öðrum flokki, fattar við já, það er alveg pæling, sko en ég er að hallast að því, sko ég myndi ekki treysta nefnum til að vera eitthvað svona Charles Oliveira þetta eiga, þú veist, þetta standa og stræka mér finnst eiginlega, sko mér finnst BMF eiginlega vera svona pínu garantít og fáið geggjaðan stræking bara og það að þú sett eitthvað að glíma og halda á eitthvað, þú veist, þú átt að vita sem fighter að þú mátt það ekki í þessum barða þú verður bara að gera, þú veist, þetta er ekki venjulegur UFC barða það er svolítið svona BMF fyrir mér, þú veist, mér finnst það BMF þetta er bara að vera svona, þetta er BMF fight báðir menn eru búin að samþykja að, þú veist taka sjensa, gera cool stuff og þú veist, það ætti eiginlega einhver að rótast og þú er bara búin að samþykja upp á þetta belti þannig að þú veist mér finnst að hérna, Charles og Oliveira ætti að veikita beltið ef við séum þetta stripa hann ég er bara þar, sko það er svona mín pæling en talandi Fischer, ég er mjög spenntur fyrir honum, þetta var alveg feitt statement sem hann gerði þarna í Bakú og þú veist, hann er náttúrulega bara datt út á rankings eftir þetta nýja rankingsystem kom til sögunar og þú veist, en ég held þetta er topp 10 fighter í lightweight, sko já og hann á heima þar og verður spennandi að sjá hvað gerist í honum næst, sko og því að ég held alveg að hann muni koma sér aftur svona, ég veit ekki hvort hann komi sér aftur í að þú veist, fara allavega í title fight en hann mun koma sér aftur í umræðinu það og þú veist, við vonum bara að fá einhvern skemmtilega fight næst, sko sama hvað það verður já, ég sammála hvernig fannst það að sjá hérna Shara, The Bullet, Magomedov það var stemming, sko já mér finnst líka gaman hvað, hérna hann var fyrstur þeir tveir komið í viðtal þetta eftir á og það var gaman að hérna fá að spyrja hann einhverjum nokkuð spurninga og svona en bardaginn sem slíkur var eiginlega ekkert eitthvað svona með þess að minnst memorable bardaginn á mainkastinu einhvern veginn en hérna aðalega svona helsti talking pointin í þessum bardaði fyrir mér er bara Herb Dean, sko já af því að hérna Shara grípur hann eitthvað í skottið á Pereira í hérna snúðin hans já, í snúðin já, þar sem hann er með skottið sitt já, já þú veist, taklinn hans og kemst svolítið upp með það þannig í fyrstu lótinu, þú veist, lendir hann á bakinu og er eitthvað, þú veist Herb Dean er búin að vera náttúrulega svolítið mikið umræðinni núna undanfarið, þú veist, hérna kringum Pereira-fætinn og fleiri fæta, ég man í hvort að var það hann sem dæmdi hérna þegar Aspinall var æpókaður, það var eitthvað æpókmál líka, man í hvort það var nákvæmlega það, en það er búið að vera svo mikið að gagnrýna Herb Dean að þú veist að menn komast upp með að brjóta reglurnar í börnum í Herb Dean, Herb Dean kemur með eitthvað warnings en hann hefur aldrei tekið stig á neinum fyrir að brjóta reglurnar og menn eru bara að græða á því aftur og aftur að brjóta reglurnar í börnum sem að Herb Dean dæmir, sko. Og hann á að vera einhver besti dómarinn þarna en þú veist reynslumestið að þarna hann hefur dæmt þúsundir fucking pro MMA fæta þannig að bara hver einustu helgi og þú veist, ef það er ekki UFC-kart þá er hann í Cage Warriors eða þú veist, LFA eða hvað sem það er þú veist, þannig að dæma út allt, sko. Og ég skil, þú veist, eins og Alex Pereira brjálar út í hann, búin að gagnrýna hann ógeðslega mikið maður skilur þessa gagnrýni og svona, veist, ég held í öðrum íþróttum, þú veist, eins og í fótbolta og eitthvað, að þá sé aðeins meiri kröfur á dómara, sko, einhvern veginn, þú veist, dómari á hæsta stíi, þú veist, ég veit ekki hvað þessi gaurar heita í dag, þú veist, Colina og einhver svona
fótboltadómar á hæsta stigi, Já. þeir myndi ekki komast upp með að gera mistök bara leik eftir leik eftir leik, fattar við. En Herb Dean einhvern veginn fær bara að gera mistök, fight eftir fight eftir fight, og það er ekkert einhvern veginn, það er engin, veist, það gerist ekkert. Ertu viss að myndi ekki komast upp með það? Að gera mistök? Í fótboltanum? Já. Já, ég meina bara, ef einhver dómari, ef að Mark Klattenburg væri bara að gefa einhver röngu... Það að gera eitthvað bull, þess vegna hætti maður að horfa á það. Ég hætti að horfa fótbolta af því að þessu dómarar eru alltaf í ruglun. Já. Nei, bara þú veist, þetta var komið þess að lítur allt illa út í hægri endursýningu, við fattar þig. En... Já, þau er líka bara, þú veist, höndlið þetta var ekkert eins og, ég horfði bara á Liverpool fá bara dæmt af fullkomlega löglegt mark út af VAR, skilur við. Af því þeir voru bara allir í kleinu, skilur við. Þannig að, þú veist, ástæðan fyrir því að hætti að horfa á fótbolta back in then var bara því að dómarinn voru alltaf í ruglunu. Þú veist, dómarinn er 100% ástæðan fyrir því að mista áhuga fótbolta. Dómgæsla, dómarinn, varið. Þannig að, þú veist, þeir eru alveg jafn mikið í ruglunu og Herb Dean. Þá þurfum við að fara að passa okkur að þetta getur gerst fyrir MMA. Fólk hætti að fylgjast með MMA bara, dómarar er alltaf í ruglunni. Já, ég held að það sé alveg hætta. Það þarf alltaf að gera eitthvað í þessu, sko. Þú veist, eins og back of the head strike sem að Alex Pereira lendi í, þú veist, þetta blatant eitthvað að toga í taglið á honum, þú veist, þetta er bara, þú veist, það þarf bara að herða á dómgæslunni, út af því að, þú veist, menn er að komast upp með eye-pokes og shots to the back of the head. Já. Og ef það er bara tekið betur á þessu, þá myndir bara auka, þú veist, þá myndir fólk bara hætta að gera þetta, þú veist, þú vilt ekki láta taka þér stig, og fólk færi meira að passa sig, þú veist, þú er búin að meiða gæjan og þú ert ekki bara að fucking hamra niður í hnakkan á honum, þú veist, það væri meira, þú veist, að velja skotiðin betur, bardagmennir eru öruggari og, þú veist, þetta myndi taka stuttan tíma fyrir bara sportið að breytast aðeins, þú veist, út af núna er bara, þú veist, þú rokkar einhvern gaur eða droppar einhvern gaur og þú bara, þú veist, dómarinn er ekki að fara að segja neitt þó að 5 af 10 follow-up skotunum séu á grunnsamlegu svæði, Þannig að það þarf að gera eitthvað í dómarmálum, finnst mér. Já. Sko, mér finnst það sérstaklega eins og með Ciryl Gane, sem er bara núna orðin bara mjög þekktur sem bara dirty fighter. Já. Svona þú sem dómari getur það allan að farið inn í barnaði vitandi bara okkur þessi með smá reputation þarf allan að vera svolítið á tánum, skilur. Þannig spennir hvort menn við að vera svona aðeins flaggaðir, sko. En annars, þú veist, alveg rétt hjá, sko, en svo veit maður aldrei, þú veist, reynda með þessi back of the head strike, skilju, þú veist, það er eitt, en svo veit maður aldrei, sko, hvort að dómarinn þekki sportið betur en maður sjálfur, en svo, þú veist, Herb Dean er búin að dæma ógeðslega lengi, kannski er hann bara svolítið bara, þú veist, siglir áfram, kannski á svona gömlu miðum, skilju, viðmiðum, þú veist, það hefur aldrei verið dílað við eye-pokes og svona og enginn hefur verið að kvarta kannski fyrr en núna, en hann er bara eitthvað svona þetta er aldrei verið vesend, skilju, eitthvað svona, þú veist, kannski þarf hann bara aðeins að endurskoða hvernig hann dæmir. Gaman að þessu. En annars var þetta var nú ekkert eitthvað ferlega dört í barðæg, hérna, Sjara á móti Michel Pereira. Nei, en bara þetta augnablik í fyrstu lótu, sko. Já. En ég var samt svo að, þú veist, ég fattaði fyrst ekki að hann væri tói í hárið á hann. Þú veist, ég hélt að hann væri bara að því að, þú veist, hann er með, þú veist, taglið sitt, með ennbönnin á sama stað og þú myndir rauninni halda í ef þú ætlar að, þú veist, grípa í hausinn og beygja niður. En ég var fyrst ekkert eitthvað svona, hei, þetta er bannað. En hann fær viðvörun. Mér veist að þeir samt bara vera regla bara, þú ert búin að fá, þú veist, 2 viðvaranir. Þú veist, 1 hard warning eða 2 viðvaranir, þá má ég taka þau stig. Mér veist það alveg svona sanngjarn regla. Sérstaklega sem þetta var close fight, þannig að, þú veist, ef hann hefði verið tekið á hann stig þannig að þessi barðaði enda sem játtöfli. Já. Það er sem sagt. Já. Hérna, annan á þessu karti sem var mjög skemmtilegt var þetta submission frá Asu Almabayev. Þetta Sule of Stretch. Já. Sem hefur vist verið kallað líka banana split. Já. Er ekki banana split aðeins öðru sig? Já, ég heyrði einhvern segja að þetta væri sem kallað banana split. Ég veit það ekki. En ég hef aldrei heyrt Sule of Stretch. Nei. Og hérna, þetta er bara í 4. skipti í sögu UFC sem þetta submission er gert. Já. Það var
þetta var núna og þar á undan komu 2 súlegjórstretts árið 2018 og komu 2 þarna einu ári en þú veist, í 30 ára sögu UFC er þetta bara í 4. skipti sem einhver næri þessu þetta var mjög cool Já, það var mjög töff en Aso Alumbaev er náttúrulega bara geggjaða fætir Já Svo er hvað heitir Tyrkin sem að rota gæðan bara á 9 sekundum eða eitthvað á 9 sekundum? Já Ertu ekki að tala um Camilo? Nei, já Jakiev Já, einmitt bara fyrsta högginu Já, við varum svo high á submission Já, hann er alltaf búin að söppa alla bara Já, við varum bara, pum 9 sekundum bara, KO bara God damn Já, við vorum ekki báðið með 15 skall á því að það myndi söppa hann Jú Minnum það Já Oh well, svona lífið En já, það er spendi gæði hann kallaði eftir Kali Roundtree, hann mætti hún næst þannig að hann er alveg bara fann að nefna þessa top gauðra í light heavyweight en þessi gæði verður problem í light heavyweight segi. Já, ég hugsa þessi rétt hjá sko. Hann líka bara 25 ára þú veist, bara fucking scary gæði sko. Bara já, þú veist þetta er future champ sem við erum ára á hennar sko. 100% En við séum næstu helgi Ég var að geispa Nú séum næstu helgi það er Conor McGregor móti Max Holloway svo er Bernard St. Denis sem heitir Paddy Pimblett kom inn á samt svona fleiri svona mjög skemmtilegum börnum margir mjög skemmtilegir bara þar ég væri til í að taka feitan all-nighter og horfa á það Já, er það ekki bara sem minnir að gera það? Jú, ertu að fara að horfa á Conor McGregor í endursýningu það er ekki hægt þetta er líka alveg ágæðin tíma meingrættu byrja kl. 1, ekki 3 eins og svo ofta áður sko. Þannig að þú veist maður náttúrulega horfir á England-Noreg kl. 9 og þú veist svo skiptur yfir klukkan 11:30 fyrir eftir hvort að leikurinn færi framlengingu og vítaspyrnukeppni en þú veist ef þetta fyrir allir vítaspyrnukeppni þá er það bara 12 þá er kannski bara 2 prílingspartaðar eftir eða eitthvað svo byrjaði bara meinkrættið hana kl. 1 Já Það er ekki beint inn í Robert Whittaker og Nikita Krylov Já, er ekki allir að horfa á heimsmeistarkeppnina líka? Allir aðdáðandi finnst Ég held þau öllum sama Já Sko, ég veit ég er að vinna þessum nótt kannski tekið þetta bara snöfum morgunin en ég veit ekki kemur allir ljós en Conor móti Max Holloway skemmtilegt var þetta kard þeir ætla að vera með svona ceremonial weigh-in show fyrir main og co-main þannig að verður svona weigh-in show þar sem að main og co-main ásamt Dana White verður eitthvað svona klukkutíma þáttur bara með þessum 5 Já, og það verður svona almennilegt dæmi eins og var alltaf þú veist, þetta já, þá verða bara þessir 4 og Dana White og þetta verður smá svona spurningar og eitthvað dæmi Já. Svona eins og það var held ég alltaf í gamla svona alvöru promotion Já sem að ég held að ég held að það þurfi líka að vera bara þess að Conor McGregor bara að fá að selja þetta og trash talka og fáir alvöru Conor McGregor experience Já, einmitt, ég held að sem er mjög spennandi og líka hann er komið með að vera að lýsa stuttbuxna sem hann verður í svona grænar peningalitar stuttbuxur sem er svolítið skrítið sko því að þú veist Conor McGregor bæði segist vera frelsaður og nefnir ekki lengur að hugsa material goods og eitthvað en svo talar hann alltaf pening bara heyrðu hvernig viltu að þú veist hvernig stuttbuxnunum vera það er engin kross eða Jesú að þeim skilur það eru peningur sko Já, en byrju þó hann segja eitthvað svona en hann segir sjálfur eitthvað svona ég vil ekki lengur pæla í material wealth eða material goods og pening og eitthvað svona skilur okay. Hann segir það skilur hann fer Jimmy Fallon og alla staði bara ég er nýr maður ég nenni ekki að pæla í svo bara hvernig er buxan þínu að vera green like the color of money bara þú veist fer bara hingað skilur þannig að þú veist er hann breyttur maður Hann er allan komin aftur með fókusinn, sko, held ég. Já, ég held að líka. Veist, hann talaði með sjálfur, hann misti fókus á tímabili og þú veist, eins og hann ætlaði að koma með þetta comeback, þá var hann ekki alveg tilbúin í það, sko. Nei. En ég held að það sé tilbúin í það núna og þú veist, það er allir afskrifaðan, en ég held að sé ekkert sniðut afskrifaðan, sko. Ég held að væri glórulust fyrir mig að vera eitthvað mæti í þetta podcast og spána sigri, en hann getur alveg niður þetta. Þú veist, Max Holloway á móti, Charles Oliveira,
þá sá maður alveg að hann átti svo þegar með að höndla sem höggin frá Oliveira og ég held að Conor geti alveg hitt hann og Conor 170 punta Conor McGregor gæti alveg kýlt svolítið fast og þú veist Conor góður að fucking tímasetja menn þegar þeir koma inn á mótunum sko og þannig að þú veist ég held að ef Conor alltaf að vinna hann barða þá eftir að gerast fyrir fljótt sko þú veist þá gerist það í fyrstu eða snummi annari og því lengur sem líður á barðan því erfiðara verður það Já, þess að þetta mér síðast að þetta þá voru okkar að tala að Conor McGregor náttúrulega bað deilu 3 lótur sem ég held að það þýði mitt bara að hann treysti sér ekki í 5 lótu barða en ég er svolítið samanlega því sem þú segja sko. Ég held að eftir lótu 1 og 2 það verður svona barðalótunar 3, 4, 5 það eru lótunar max er það ekki alveg 100% sko svona, já en þú veist, sérðu fyrir að Conor McGregor sé að fara að róta Max Holloway í fyrstu 2 lótunum ég gæti alveg séð það fyrir mér finnst það ekki jafn ósennilegt og eins og margir sjá það margir eru bara að Conor er búinn og allt á langt síðan hann barðist og eitthvað en ef við hugsaum ring rust 5 ár af ring rust hann vil meina þessi gott að hann sé bara búin að fá tíma til að hvíla sig og meina, þú veist, Max Holloway er búin að fara einhvern svakalega stríð og bara fullt af þú veist, bara mælið svo mikið jú, þetta er svolítið mikið en hann vil meina að hann hafa bara hafa gott að þessu sko ok, já, þú veist alltaf en það er jákvæða gæði, skilur við en hann er samt bara að jamma á þessu tíma, skilur við erum að tala skilur við hann það hellar á því á kókaini, skilur að konur voru að henda sér fram af snekkjum til að þurfa ekki að vera einar með þeim, skilur við þær voru örugari út á hafi syndandi í land, heldur hún á snekkjum með Conor McGregor þú veist, það er Dick Pic skandallinn þar sem hann er með, þú veist lóð á tippinu, sendandi á okkur á popstjörnur We've all been there man það er dómurinn í Írlandi hann er orðinn 4 barna faðir já, ok það er ótrúlega margt í gangi, skilur svona óskilt því að vera að, þú veist, að berjast og til svona undirstrika hversu langt hann fóð niður, skilur það er klipp á honum þar sem hann er að promóta BKFC og hann hefur ekki þol til að tala í mikrofón án þess að taka bara djúpa anda og setjast niður og hvíla sig, skilur já, þú veist, það er svona, þú veist, bara það er voru við, skilur þannig ég er svona, þetta er hann þurfti allan að vinna sig mjög langt tilbaka til að koma sér í keppnisstand, skilur þannig að, þú veist, hættir að berjast að hann brautar sér fótinn svo er einu að koma tilbaka með Michael Chandler en brýtir sér tána og endurist eitthvað svona eitthvað meiðsli sem er að halda honum í burtu þannig að þú veist, við talum sko meiðsli 5 ári burtur á búrinu virkilega mikið af eitilugum og kynlífi og vesinni þessi maður alltaf í forseta frambúð sko ok, Max Holloway er samt að búin að vera stríði en samt búin að vera sharp sko já, mjög og þú veist bara búin að fara í gegnum marga mjög góða bardaga og sína ógeðslega góða takta og eins lengi hann er búin að vera í UFC þá er hann einhvern veginn, þú veist, hann er ennþá þú veist, maður hefur ekki séð neitt í kræn á Max Holloway sko þú veist, hann er náttúrulega hann er ekki nokkrum árum yngri en Conor en þú veist þú veist, já, hann er 34 ára hann er bara nokkrum dögum eldri en ég en já, þú veist, hann er búin að fara í gegnum nokkra erfabarta og liti óslega vel út en samt, þú veist, hann er búin að mæta hann Ilia Topuria og Charles Oliveira sem hafa leikið hann grátt og þú veist Holloway var þessi gæði sem var óslega erfitt að og var bara erfitt að taka hann út, þú veist, það var erfitt að slá hann niður og erfitt að taka hann niður, þú veist en þessi menn sýndu það að, þú veist að það er hægt sko. Og þú veist, ég held að Conor ef við erum bara að tala að stræka ég held að Conor sé með kraftin til að setja niður til að slá hann niður, sko rétt eins og Ilia Topuria og ég held líka svona, þú veist,
Conor gæti gert þetta dirty og aðeins svona, ég veit ekki hvort það myndi taka nefnilega niður, en Conor gæti kannski svolítið ítt honum fyrir búrið og klintsa smá við hann og einhvern veginn, þú veist, grenda hann eitthvað svona smá út, sko. En, þú veist, Max Holloway, ef þetta fer alla leið, þá vinnur hann þetta á stigum. Þú veist, hann pointfætar sig í gegnum hennar bardaga, sko. 100%. En svo spurning, sko, bara hversu mikið af snerpunu hans Conor McGregor eftir, sérstaklega eftir þetta langa layover og að þetta sé 170 þú veist, poweri verður þarna og tæknin þarna en snerpan, ennþá sama snerpa og hann var með ef snerpan þarna ennþá þá þetta erfið fyrir Max Holloway, sko. Já, það getur alveg rétt, sko. Svo líka bara Kim bæði inn líka, sko, þeir báðir þá í welterweight, sko. Þú veist, Conor McGregor hann mun þurfa að kötta niður Max Holloway svona eiginlega ekki þannig að verður bóttið þyngdamunur á þeim. Já, Max Holloway er náttúrulega bara 145, sko. Já, þú veist, hann basically bara að fara að kötta ekki neitt og bara hann bara að fara svona að borða fyrir viktur. Já, náttúrulega, veist, hann bara enga megin 170 fighter, þú veist, þú sér það ekki, þú veist, ef Max Holloway vinnur Conor McGregor hann ekki að fara að taka eitthvað næsta fight á móti Morales eða eitthvað, sko. Nei. Það bara ekki að fara að gerast, sko. Nei. Þannig að þetta svona one-off, þú veist. Það var líka, mér finnst það áhugavert í kringum með það, sko. Menn voru svolítið að tala sko, hver á hennar bardaga skilið. Og eitthvað svona, Conor McGregor fyrir að koma tilbaka, hver á skilið að mæta honum. Það fannst mér svona eins og, það væri að vera að tala sko, hver á skilið að mæta á Conor McGregor, sem bara hver á skilið að fá bara einhvern veginn búrið með stjörnunni og eiginlega að fá að lemja hann. Bara hver á skilið hæpið, skilur. Og bara paydaginn sem fylgir því. Já. Fylgir því að fá að dansa með Conor McGregor. Og allir bara, já, Max Holloway, alveg skilið. Og það Max Holloway náttúrulega rótaði Justin Gaethje. Þú veist, hann leit eða Justin Gaethje lítið bara illa út. Justin Gaethje lætur alla lítið illa út. Já. Hann lamdi Justin Gaethje í 25 mínútur og rótaði með 10 sekundur eftir. Eða þess nokkur sekundur eftir. Já. Justin Gaethje tók Topuria og buffa. Ég veit. Þú veist, það bara the level of Max Holloway í rauninni, þú veist það. Svo Max Holloway bara snýtur öllum sem góðurum. Max Holloway var að tala með því hvort hann var spurgur að benda á miðjuna. Og mér fannst það áhugavert, sko, að því að þú veist, hvað er Max Holloway kemur bara fyrstur út og bara bendur á miðjuna. Og starti hér, bengum þetta út. Hvað gerir Conor McGregor? Já, en þú veist, Max Holloway talaði það sjálfur, að benda á miðjuna bara eitthvað sem maður gerir í lokin, sko. Já, hann sagði það, sko, hann ætlaði að gera það undir lokin, það 10 sekundur eftir af 50 lótu, hann myndi bendi miðjuna, skilju. En ég var bara að hugsa, sko, hvað ef hann gerir það bara í fyrstu lótu, í fyrstu sekundu? Bara hér erum við, köttum miðjuna, slökum þetta út. Hvað gerir Conor McGregor þá? Þannig ég var bara svona, að ég held að Conor McGregor eigi ekki séns í þetta slökurfest, bendi miðjuna og bara punch it out, sko. Þannig að það fyrir mér setur Conor McGregor alltaf svona á aftari fótinn. Svona, hann myndi ekki höndla þennan hita. Þannig að hann myndi alltaf, ef Max Holloway ákveður bara svona stand his ground, þá það, þú veist, Conor McGregor sem þarf að sörskla út og fara að dansa og fara svona að vinna meira, sko. Ég held að Conor eftir að vera gæinn sem á eftir að pressa og Holloway eftir að spila nautabanna hérna, sko. Ég held nefnilega ekki. Ekki? Ég held þessi akkurat í hérna. Og það er svona, þess vegna er svo gaman að ímynda segja, skilju, hvað gera menn ef bendum við hérna, hver fljótur að gefa sig, skilju, something's gonna break, og ég held að Conor McGregor brotni undan því að þurfa að standa í miðinu og benga við Max Holloway. Já, ég held að Conor McGregor eftir að byrja á því að reyna að taka miðinu og pressa svolítið á Holloway og þannig, en svo svona því lengra sem líður á bardagan, þá mun Holloway taka miðina og pressa svolítið baka og þú veist, ef Conor á eftir að vera mjög þreyttur, þú veist, þá á hann eftir að kannski þurfa aðeins á svona hlaupundanum, sko. En ég held að Conor eftir að mæta þarna inn og hann á eftir að stablisa taka miðina, sko. Já, en líklega ég hugsa að svona gamli Conor myndi alltaf gera það, sko. Ég líka að vera bara áhugavert núna, sko, þú veist, munum við sjá sama stílinn í Conor og við höfum séð áður, eða þú veist, mun hann vera meira box heavy, það var náttúrulega mikið að sparka og svona flott spörk og þú veist, hann að fara að gera það með þetta nýja vaxtalag sitt, þú veist, eða eru að fara að sjá meiri bara svona, þú veist,
einhver svona box-stíl, eitthvað svona tæsuna sig í gang á honum eitthvað, þú veist. Já, Ég get alveg trúa því, sko. mér finnst áhugavert að veltaði fyrir mér, sko, það braut á sig fótinn gegn Dustin Poirier, en var að sparka hann í drasl. Já, Ég ekkert svo viss að kannski hann hafi endilega svona, sérstaklega eftir langan tíma, að hann hafi getuna í, að beinunast þóliða, sko, fara í spark, heavy training camp, sko. Sem er það bara eitthvað svona sparka, það getur alveg sparkað. núna er alltaf kom bara með eitthvað titanium sitt í fótinn sinn og örugglega bara sterkara en nokkuð sem fyrr, það ekki? Ég held það. Það er alltaf að fængi bara svona 360, bara málplötu yfir. Já, Það var endar grjótart. ég held að hann sé alveg, Stáhart. þú veist, það er líka svo langur tími síðan maður, ég held að hann sé örugglega bara búin að taka fullt af styrum og peptides og eitthvað, Já. human growth hormone og eitthvað, hann er örugglega bara, þú veist, ég veist að fótunum hans, ég held að hans þurfi ekkert að hlífa fætinum, sko. Já, ég var ekki að hlusta á Tim Welch, var svona eitthvað að tala með það, þú veist, og þarfst eiginlega, þarfst svona að æfa þetta svona frekar rigorously, sko, ef það geta, rigorously í langa tíma, ef það geta átt svona langt, þú veist, ef það geta sparkað svona mikið, sko, miðað við hvernig hann sparkar. Þess að það hann sparkar í Poirier, hann lendir svo ógeðislega neðarlega á kálfunum, eiginlega bara svona nánast á liðmóðunum, sko, Sköflungum. neðst sköflungunum. Þannig að svona, þú þarft að vera í mjög góðu svona bara beinaformi til þess að höndla svoleiðis álag, skilju. Já. Þannig að spurningum hann hafi farið í þá átt eða gott hann sparkið bara og bróðið sættur. En ef ég verið Conor McGregor á móti Max Holloway, ég myndi samt fara með svona kick heavy gameplan, sko. En á sama tíma þá myndi Conor McGregor fjara út fyrir eitthvað snemma ef hann fer þessa leið, sko. Myndi ég halda. En það er, sko, ef við kíkjum á Coolbet, við veitum hvað íslensku þjóðarinnar, þá 2.85 á Conor McGregor, 1.45 á Max Holloway. Mér finnst það bara mega sens, sko. Það ekki? Já. Ég er sáttur við þessu stöðla, sko. Já. Það er það er sérlega tilbúð fyrir þá sem vilja tippa hana bara það. Ef þú tippar og þinn maður tapar með split decision, þá fyrir helmingina vel af peningunum tilbaka. Já, ok. Þannig að ef þú ákveður að tippa Conor McGregor tapar með split decision, þá fyrir helmingina af því sem er lagður undir tilbaka. Sem er bara sanngjarnt verð. Live to fight another day, þá. Já, Já. það er bara sanngjarnt. Já. Það er bara sanngjarnt. Færum við kannski áfram. Hvað finnst þér Benoit Saint-Denis sem heitir Paddy Pimblett? Mikið spáði þessum bara það. Er það spáð mikið í honum? Ég er búin að spá mikið í þessu, sko. Það er margt að taka þarna, sko. Ég er svona, þú veist, mér finnst eiginlega Benoit Saint-Denis betur en Paddy á allan hátt. Ég held samt að Paddy vinna hann. Ég ekkert held að Paddy vinna hann líka. Já. Þú veist, ég ekkert veginn, þú veist, mér finnst hann betri einhvern veginn striker og wrestler og þú veist, en ég einhvern veginn held, þú veist, ég held að Benoit kýli fastar en sé samt með verri höku, þannig ég gæti trúa að, þú veist, Benoit Saint-Denis vinni en hann sé, veist, verði að vinna bardagan allan tíman, þangall að Paddy snertir hann og kemur hann úr í að fæ með einhverju place einhvern góðan uppercut á hann og þú veist, á meðan að Paddy er einhvern veginn opnar fyrir höggum en hann einhvern veginn étur þetta bara allt og heldur áfram og er algjör zombie, fattur þau? Já. Þannig að svona, já, Paddy er smá underdog. Ef við skoðum Coolbet, þá var hann ekki alveg eitthvað 2.17 á móti 1.73, já. Ég skil það alveg út af því að, þú veist, Benoit Saint-Denis mér finnst hann betri. Ég horfi á það báða og ég hugsa, þú veist, Benoit Saint-Denis er betri, en hann samt, sko, þú veist, eins og Paddy fór í bardagana móti Justin Gaethje og tók bara punishment í 5 lóturinn, einhvern veginn lifði það af og þú veist, svona vissan hátt passaði það test. Á meðan að, þú veist, Benoit Saint-Denis, þú veist, hann hefur verið knocked the fuck out á móti gæmis og Dustin Poirier og, þú veist, en samt, þú veist, mér finnst svona eins og Benoit Saint-Denis eigi eftir að ganga betur allan tíma, þanga til að Paddy smelli hann með einhverju lucky skoti. Já. Mér finnst eins og Benoit Saint-Denis hafi meiri gæði, en mér finnst Paddy samt einhvern veginn líklegri bara til að vinna það, sko. Ég er samanlega, sko, með það sem er miðsleika spilinni, sko, er
Paddy betri í jitsu og betri glímuheldur en Benoit Saint-Denis var það ekki Moicano sem tók PSD og Jú, bara pakka honum glímulega séð Já. Ég held að Paddy geti alveg gert það sama Já, ég held ekki. Ég held að sé svolítið erfitt að taka niður, sko. Og Paddy ekkert eitthvað alltaf góður að taka menn niður. Þú veist, hann sleipur í gólfinu, en hann líka bara eitthvað svona, þú veist, Paddy góður af bakinu, en ég held að Benoit Saint-Denis sé ekki að fara að láta ná sér, þú veist, ef hann í toppstöðu. Þannig að ég sé ekki alveg fyrir mér að, út af því BST hann góður wrestler. Ég sé ekki alveg fyrir mér að Paddy sé eitthvað að fara að taka hann niður, sko. Paddy ekkert sérstakur að taka menn niður. Paddy góður þegar þú komin í gólfið. Já, mér finnst svona eins og hann sé bara mjög fínn í því. Að taka menn niður. Já, ég man ekki hvað gerðist í baráttunum gegn hann var að glíma eitthvað meiðsli þegar hann mætti Justin Gaethje. Ég man ekki hvað það var. Eitthvað meiðsli þar sem hann bara þú veist, sá sér ekki fært að taka Gaethje niður